Þið opni hérna nýtt glæsilegt hótel, Hótel Laxá, fyrir rétt rúma ári síðan. Já, það er 23. júní. 23. júní. Já. Hvernig fór svona fyrsta sumarið af stað, síðasta sumar? Það fór bara vel af stað og við opnum þarna viku fyrir áætlun og gestirnir okkar þrátt fyrir það að það væri náttúrulega húsið væri liti út fyrir að vera alveg nýtt og ekki allt full klár og allt það, þá voru gestirnir okkar ánægðir og við vorum ánægð og þetta bara gekk allt saman upp. Og það eru enn einhverja framkvæmdir í gangi. Þegar við komum hérna þá eru vinnuvélar hérna fyrir utan. Já, við erum að klára bílaplanið. Það var ekki hægt að fara í það fyrir í vor og ekki hægt að malbika fyrir frost fór í jörðu og síðan er verið að setja hita lagnir í planið og verið að setja sérstaklega grasmótur líka. Þannig þetta verður fallegt plan eftir það. Og sumarið fór vel af stað, segirðu, en hvernig er vetrarferðamennskan hérna? Er mikið af fólki hérna veturna hjá okkur? Sko, við vorum ekki með opið í fyrra, ekki fyrra vetur. Það var bara tekið svona ákvörðun að vera ekki með opið fyrsta veturinn allavega og enda svo sem ekkert unnið í þeim vetri. Og síðan var tekið svo ákvörðun í vor vegna þess að við fundum fyrir mikil eftirspurn að við ætlum að hafa opið næsta vetur og hafa bara opið á heilsársgrunni. Og það er náttúrulega bara það sem gerir það eftirspurnin. Það er greinilega vaxandi vetrarferðamennska sem betur fyrr því að það er náttúrulega gott að nýta þessar fjárfestingar sem eru hérna á veturna líka og Mývatnssveit er náttúrulega ekkert síður á veturna heldur en á sumrin. Nei. Það er ekki spurning. En þetta hótel og stíllinn á því, geturðu sagt mér aðeins frá honum? Það fellur rosalega skemmtilega inn í umhverfið. Já, ég held að sko það sem að kannski eigendur og arkitektar og hönnuðir lögðu upp með var það að búa ekki til eitthvað svona kannski skrýmsli hérna í hæðinni heldur að reyna að fella þetta sem mest inn. Auðvitað náttúrulega fer dálítið fyrir 80 herbergja hóteli. Það segir ekki hver sagt sér það sjálfur en ég held að það tekist ágætlega að fella það hérna inn í landslagið. Allavega vilja gestirnir okkar meina það. Sumir geta allavega fundið það vegna þess að það fer svo vel í landinu. Og það er náttúrulega líka gras á þakinu. Það er gras á þakinu og þetta er svona brúnt og þetta bara kemur mjög vel út sko. En okkur vantar reyndar, okkur finnst stundum okkur vantar geitur eða sauðfé á þaki til þess að býta það. Já, heldur að það sé framtíðin? Nei, ég held að það sé ekki framtíðin, það sé svolítið erfitt. En síðan hérna inni, það er hérna allt grænt og voðalega svona... Svona vænt og grænt? Já, vænt og grænt. Já. Hvað segir mér frá því? Grænlitur er náttúrulega bara fallegur en þetta er bara svona, hugsunin er náttúrulega að við ætlum okkur að vera svolítið umhverfisvæn og þá kannski tónar bara grænt mjög vel inn í það. Og svo er þetta náttúrulega líka jarðarlitur. Grænt er jarðarlitur og grænt er hérna í nokkuð mörgum litum eins og þetta er að sjá til dæmis á kúluskítunum okkar hérna á veggjónum. Já, einmitt, þetta er kúluskítur, auðvitað. Og síðan auðvitað vinnum við með fleiri liti. Það eins og sem við erum með brúna litin hérna utan, svo við fyrir minni veitingasalina þá veggunum þar svona átónara við jarðarlitina hérna. Niðri erum við með svona pullur sem eru appelsíngular og brúnar og þannig þetta er svona á alltaf að vera voða jarðarlegt og fallegt. En það jarðarlitin er mjög fallegir. Já, og talandi umhverfisvænt að þá eru þið búin að sækja einhverjar svona umhverfisvottanir og eruð umhverfisvæn sem við erum að vinna í því að fá þessa vottun, svansvottun og auðvitað var náttúrulega ekki þetta að gera því að fyrsta árinu var bara að skoða hvað við ættum að gera. En við erum náttúrulega á öðru ári erum við að reyna að fara eftir þeim reglum sem settar eru svo að hægt sé að gera úttekt á okkur. Og það er náttúrulega eins og til dæmis með öll hreinsiefni og við erum að flokka ruslið og við reynum að vera nýta hlutina vel. Þannig að það sé ekki sóun í umhverfinu. Er fólk, finnst þér, þú veist, hinn almenni gestur, er fólk að spá í þessu? Já. Það gerir það? Það gerir það. Já. Það gerir það. Það er ekki bara einhver fyrirtæki eða svoleiðis? Nei. Það er bara hinn almenni gestur, hann tekur eftir svo ef við skoðum umsagnir. Þá sjáum við það líka, umsagnir til dæmis á þessum netmiðlum eins og TripAdvisor og fleiri og Booking. Þá er fólk að taka eftir þessu. Jafnt Íslendingar sem útlendingar? Það er náttúrulega svo lítill hluti Íslendinga hérna. Já. En auðvitað taka ég líka eftir því. Þeir sem hafa áhuga á slíku.
og mér finnst reyndar sko, eins og í þessari sveit að við þurfum að einbeita okkur að þessu. Þetta eitthvað sem þessi sveit þarf að einbeita sér að. Það að vera svolítið umhverfisvæn. Við bara getum ekki lyft okkur annað. Nei. Og þið gangið skrefinu lengra og fóruð svolítið aðra leið í frárennslismálum. Já, við fórum svolítið lengra, já. Eins og þú segir. Við fórum út í það að vera hérna með fullkomna hreinsistöð sem að hreinsa frá okkur frárensliða þar sem kemur hérðan. Og hún gengur vel og ég spurði einmitt píparinn okkar í morgun sem var hérna hvort það gengi ekki allt saman vel þarna niður frá. Hann sagði að það veri allt eins og það ætti að vera. Og hverju breytir þetta? Það breytir því að það sem kemur hérðan að það brotnar meira niður heldur en í venjulegri rotþró. Þannig að það sem kemur hérðan á að vera meira niðurbrot og auðvitað fyrir náttúruna að vinna úr þegar það er að losa það, því auðvitað er að losa þetta eins og annað. Eru þið brautryðjendur á Íslandi með þetta? Nei, það held ég nú ekki, en við erum allavega brautryðjendur hér. Já. Þannig að við erum bara stolt af því að hafa tekið þetta skref, en þetta er dýrt og þetta er dýrlaust, en þetta bara skiptir máli. Og sem betur fyrir þá er sko, Skútustaðahreppur á þessari braut líka, því að eftir því sem ég sé og hef aðeins verið að vinna í það líka, þá er Skútustaðahreppur að vinna í úrbótum í fráveitumálum og svo flokkunarsorpu, þannig það er mjög gleðilegt. Þannig að Skútustaðahreppur er að taka umhverfismálin alvarlega? Já, við vonum það. Hvað takið þið marga í gistingu hérna hótelið? Hér er 80 herbyggi og ef við ætlum að setja í hvert herbyggi öll rúm þá er þetta 160 gestir sem geta verið hérna.